Góða kvöldið og verið hjartanlega velkomin á þessa málstofu sem á vegum Kyrðarbænarsamtakana á Íslandi og ber yfirskriftina Innri friður. Okkur fannst það passa vel við yfirskrift kirkjudaga, sælir eru friðflytjendur. Ef við viljum vera friðflytjendur, þá þurfum við að geta upplifa frið. Og Kyrðarbænasamtökin kenna þrjár aðferðir úr kristinni hugleiðslu vídd eða úr hugleiðslu arfi kristinnar trúar. Sú aðferð sem liggur til grundvallar kyrðarbænin, sem það sem á ensku kallað centering prayer, en flokkast undir contemplative prayer, þegar við kannski lesið það eitthvað tímann, og á íslensku köllum við það hugleiðslubæn. Og kyrðarbænin verður hér til umfjöllunar og það hún Bára Friðriks, séra Bára, sem ætlar að fjalla hana, og Henning Emil séra ætlar að tala Lectio Divina eða biblíulega íhugun og hann reyndar byrjar. Og síðan ætla ég að enda á fagnaðarbæn. Þetta eru svona þær bænaaðferðir sem að við kennum helst, en auk þeirra leggjum við áherslu á ferli fyrirgefningar. Og bara örstutt starf Kyrðarbænasamtakana. Við höfum verið í góðu samstarfi við þjóðkirkjuna og það eru 10 bænahópar í kirkjum landsins sem hittast vikulega og við stöndum alltaf fyrir kyrðardögum, annarkvort út á landi eða í borg, og við ætlum að koma betur inn á það á eftir. En mér langaði fyrst að við erum að fara að tala bænir að við byrjum á því að leggja þessa stund í Guðs hendur, og ég ætla bara að bjóða ykkur að setja báða fætur í jörðina og koma ykkur vel fyrir, spenna greipar eða leyfa höndunum að liggja opnar í kjöld ykkar. Og ef við leyfum okkur að leita inn á við. Jesús sagði Guðs ríki innra með ykkur. Já, drottinn Guð, við þökkum þér fyrir það að þú hefur kallað okkur hingað saman til þess að tala bæn, til þess að íhuga bæn. Þakka þér fyrir það að þú leitar okkar og svo þrá sem að býr í brjósti okkar eftir þér hefur kviknað vegna þess að þú þráir samfélag við okkur. Við biðjum þess að andi þinn mætti leiða þessa stund. Í Jesú nafni. Amen. Og þá ætla ég að bjóða Báru að Henning fyrir ég. Ég ætla að byrja því að fjalla stuttlega Lectio Divina, það sem við höfum kallað stundum á íslensku biblíulega íhugun, og það í rauninni aðferð til þess að lesa biblíuna, við getum sagt í bænarþeli eða með bæn í huga, og þessi lestrar aðferð, hún hefur alltaf verið til í kristni, og það líklegt að það hafi þar á undan verið gyðingleg fyrirmynd að þessari aðferð, og hún samanstendur af 4 sporum eða 4 skrefum, og sem að þjálfar
Og það fyrsta, það í rauninni bara að þá tekur maður einhvern ákveðin biblíu kafla fyrir eða nokkuð vers, ekkert of stóran, og maður les það 4 sinnum yfir, sama textan. Og þegar maður les hann í fyrsta sinn, þá svona hugsa maður svolítið hvaða orð kemur til manns eða orðasamband, hvað það sem kallar á mann úr textanum og geymir það í hjarta sér. Og þegar maður lesi hann textan aftur, þá staldrar maður við hvernig textin talar til mín hér og nú inn í þær aðstæður sem ég í. Og þegar textin lesin í 3. sinn, þá bregðust við lesturinum. Það getur til dæmis verið bæn sem að kviknar. Það getur verið þakkargjörð og svo getur við jafnvel brugðist við textanum á skapandi hátt. Og þegar við lesum síðan textan í 4. sinn, þá einfaldlega bara hvílum við í kyrrðinni og í trausti til Guðs, eftir að lesa textan í 4. sinn. Fyrir all þessi skref eru til falleg latnesk orð sem ég ætla ekki að hafa eftir núna, en það bara til þess að minna á það að aðferðin, hún hefur lengi verið til og lengi verið í þróun, og það má hugsanlega segja að það hafi verið tímabil þar sem að hún kannski hvarf svolítið inn í klaustrin en kom síðan aftur þaðan út. Það sem að einkennir biblíulega íhugun eða lectio divina að þetta, það á ensku talað transformative reading og informative reading. Og við erum kannski meira upptekinn af því sem heitir informative reading dagstæðlega, það sem við leitum upplýsinga. Við erum kannski svolítið með textan sem við lesum, hann kannski svolítið svona eins og dauður froskur sem við erum að kryfja og við erum að svona sjá hvað upplýsingar við getum dregið fram, og þá viljum við kannski líka komast yfir mikið og ná aðal atriðunum út. En þegar við tölum transformativ lestur eða lestur sem getur umbreytt okkur eða haft þannig áhrif á líf okkar að það breyti því öllu, að þá erum við alltaf að horfa á gæði umfram magn. Við erum að staldra lengur við það sem við erum að skoða, og það má segja að við leggjum á djúpið, og það sem að gerist líka það að þegar við erum bara að finna upplýsingar í texta, þá má segja að textin sé viðfangsefni okkar, en þetta snýst eiginlega við í biblíulegri íhugun, þar sem að við frekar verðum viðfangsefni textans, og það er textin sem að túlkar okkur, og það er textin sem mótar okkur en ekki öfugt, og það er rauninni okkar að vera ekkert að flækjast fyrir. Og það er líka þannig að þegar við lesum texta endurtekið og að þá gerum við það eins og í bæn og í trausti til þess að hann ljúkist alltaf betur og betur upp fyrir okkur. Og og það ég man að Thomas Keating, sem hefur nú mikið komið við sögu hjá Kyrrðarbanasamtökunum, hann sagði ef maður les svona að þá nú alveg líkur að þegar maður komist ekki í gegnum biblíuna einu sinni á einni mannsævi.
það alveg það kannski það sem maður þarf að huga að og skoða líka. En þessi aðferð, hún hefur náttúrulega, hún hvarf svolítið á tímabili, hún kannski ekki í dag endilega ráðandi aðferð, en út úr þessari aðferð, ef við skoðum lengra aftur í tíman, þá hafa komið gríðarlega merkilegi hlutir og ég nefni það oft að eitt sinn þá Bernharður af Clairvaux, hann hafði þessi svona sérstakt kannski yndisefni fyrir sig að lesa texta ljóðaljóðana og hann fór að skrifa ræður út frá ljóðaljóðunum og hann komst inn í annan kafla áður en hann dó og þá tók annar við sem held hefur komist inn í 4. kafla og svo þurfti 3. til að klára þetta. Þannig að þetta segir nú bara til að undirstrika það að það í rauninni lesið þannig sem sagt í trausti til þess að það sé eitthvað að finna. Þetta í rauninni þess að kannski mætti kalla túlkunarfræði vonar. Það að segja við leggjum til móts við textan í vonum að við dýpkum samband okkar við textan og leið dýpkum við samband okkar við Guð. Nú ætla ég að biðja Báru að taka við og fjalla kyrðarbænina. Já, komið sæl. Þar ég hafa þetta aðeins nær. Það, fínt. Ég ætlaði að segja nokkur orð kyrðarbænina og mér langaði nú fyrst að heyra, ég sé að sum ykkar þekki ég sem hafi verið með í kyrðarbæninni, en eru einhver hér inni sem að ekki hafa farið í kyrðarbæn? Já, fínt, takk. Mér langar að byrja á því að segja ykkur það að kyrðarbæn eitt af því góða sem að hefur komið inn í líf mitt. Og þessi kyrðarbæn, hún í senn mjög einföld, en hún líka erfið. Og erfiðleikarnir felast kannski í því að við þurfum að vera öguð í því að koma dag fyrir dag helst og sinninni. En kyrðarbænin, hún hefur verið hluti af íhugunar aðferð kirkjunar í gegnum aldirnar og hann sagði það, Gregorius mikli á 7. öld að íhugunar aðferðin væri rauninni eins og að hvíla í Guði. Og það eiginlega sama með hana eins og hann Henning var að nefna áðan að það erum ekki við sem erum að gera svo mikið, heldur erum við að taka á móti. Í venjulegri bæn þá erum við að leggja fram bænir fyrir Guð, við erum að tala við Guð, en í þessari bæn þá ætlum við að setjast niður og leyfa Guði að komast að og vinna í okkur og við ætlum ekki að þvælast fyrir. Og það getur stundum verið flókið og erfitt. En í þessari bæn að þá erum við í raun að biðja í nafni heilarar þrenningar, Guðs föður, sonar og heilags anda. Og rætur kyrðarbænarinnar má rekja allt til fjallræðu Jesú, þar sem hann sagði: en þegar þú biðst fyrir skaltu ganga inn í herbergið þitt, loka dyrunum og biðja föður þinn sem í leynum. Faðir þinn sem sér í leynum mun umbuna þér. Og það mín reynsla og svo margra annara að umbunin í kyrðarbæninni, hún kannski felst ekkert endilega í þessum 20 mínútum sem maður tekur sér, eða 30 mínútum, heldur felst hún miklu meira í því sem gerist innra með manni, smám saman, og í hversdagslífinu.
Og ég get alveg vitnað það að í hversdagslífinu þá upplifir maður meiri frið, meiri kyrrð innra með sér og þetta svona jafnvægi sem er erfitt að hagga. Það er að segja ytri áreitin, allt fólkið í kringum mann og venjulegi atburðin sem gerast, þeir hafa ekki eins mikil áhrif á mann til þess að koma mann úr jafnvægi. Sömuleiðis finn ég það að þetta eykur einbeitinguna og þetta minnkar codependence, þetta minnkar meðvirknina, skapar með manni þolinmæði. En það sem kom mér mest á óvart, það var að þetta skapaði einhvern veginn ótrúlega svona djúpa gleði. Það var svona eftir einhverja mánuði sem ég var búin að rækta þetta reglulega, þá allt í einu fór að myndast innra með mig gleði bara af öllu og engu. Bara það var eitthvað nýtt sem var að gerast hérna. Og það er þetta að Guð er að vinna í okkur í þessari bæn og framkalla í okkur það sem okkur er til góðs. En ef við skoðum aðferðina sjálfa, ég ætla að segja örlítið fyrst hérna aðeins. Ég talaði að þetta hefði verið í gegnum aldirnar, notað mikið í klaustrunum og það er til bók sem heitir The Cloud of Unknowing, sem ekki vita hver gerði, en þar er kyrrðarbæninni lýst svolítið mikið, bæði atferlinu og ýmsu upplifunum og fleiru. Og út frá þeirri bók að þá var upp úr 1970 að þá var það títnefndur Thomas Keating sem var nefndur áðan og annar munkur að þeir svona poppuðu þessa aðferð upp til þess að gera þetta aðgengilegt fyrir nútímamannin og settu saman þessi atriði sem að við leggjum okkur í og Thomas Keating hann skrifaði svo þessa bók sem er hér á ensku Open Mind, Open Heart og hún hefur verið þýdd hér í Vakandi hugur, vökult hjarta og mjög gott á meðan að maður er að komast í gang með kyrrðarbænina að lesa í þessari bók til að svona, átta sig og geta einhvern veginn á taktinum. En það sem við gerum er að við tökum frá 20 mínútur, helst 2 á dag, en ég verð að játa, mér tekst það eiginlega aldrei 2 á dag. Best er að gera þetta strax á morgnana þegar maður vaknar og í stað þess að hafa 20 mínútur og þá er bara hægt að lengja tíman eftir því sem maður er tilbúin í það. Og þá er gott að koma sér vel fyrir með báða fætur jafna á gólfinu, með beint bakið og við lokum augunum til þess að hafa ekki eins mikið áreiti á okkur og síðan bara sitjum við í þögninni í 20 mínútur. En við höfum ákveðin lykil inn í því líka því að við erum með heilagt orð eða orð sem er svona 2 til 3 málsgreinar, nei ekki málsgreinar, 2 til 3 atkvæði, 1 til 2 atkvæði vildi ég sagt hafa. Og þetta orð, heilaga orð, það er til þess að hjálpa okkur að í rauninni að bæja hugsunum frá. Og þetta heilaga orð, það gæti verið eins og Guð, Jesús, Faðir, móðir, María, það getur líka verið friður, ljós eða bara já. Vegna þess að þegar við segjum orðið innra með okkur í þögninni að þá erum við að játast því að við viljum leyfa Guði að hafa áhrif á okkur. Við viljum leyfa Guði að vinna sitt verk í okkur. Þannig að þetta er ekki spurning það að við ætlum að hætta að hugsa en við ætlum að hætta að taka þátt í öllum hugsunum sem eru og við finnum það þegar við lokum augunum og við byrjum í svona stund. Þá stundum getur maður upplifa að maður sé bara eins og á brautarstöð inn í höfðinu. Og þá er það bara að fara blíðlega að þessu orði sínu, aftur og aftur, leið og við upplifum hugsun.
Og svo ég fari að hugsununum að þá það ekki bara eitthvað sem við erum að hugsa. Það í rauninni öll skynjun sem að við erum með. Það getur verið líkamsskynjun eins og kláði eða einhver pirringur í skrokknum. Það getur verið einhver ímyndun eða tilfinningar, hvort sem það eru góðar eða vondar. Það getur verið þar sem við erum að skipuleggja okkur eitthvað. Eins og bara, já, heyrðu býta á morgun, þá þarf ég að fara að gera þetta og þetta og hvernig ætla ég að komast þangað og klukkan hvað og allt þetta. Að í hvert sinn sem við upplifum að eitthvað af þessu farið af stað í höfðinu okkur, þá förum við bara ofurblíðlega að orðin okkar, eins og við getum ímynduð okkur ef að fjöður væri að leggjast á kotta, svo blíðlega. Og með því að gera þetta í 20 mínútur, að þá hægist á öllu innra með okkur. Og já, og svo fer ákveð ferðalega í gang sem að bara yndislegt, en það getur líka verið erfitt ef að maður á kannski einhvað óuppgert í lífinu, þá getur vel verið að það popp einhvern tíðan upp í stundinni. Og þá bara fyrst og fremst að segja orðið sitt, blíðlega, og ef að það eitthvað sem skiptir verulegu máli eftir stundina, að hugsa til þess þarf ég kannski að fara og tala við einhvern. Vegna þess að þetta ferðalag sem fer á stað í manni, að þetta svona eiginlega hinn guðlega sálfræði meðferð, ef hægt að segja það, sem fer á stað í okkur, ef við sinnum þessu reglulega. En svo getur það líka verið að ég þekki það, að í þessari guðlegu sálfræði meðferð að þá hefur komið upp eitthvað í lífi mínu sem að ég í bænastundinni allt í einu bara rifjaðist eitthvað upp fyrir mér og ég sá eitthvað fyrir mér alveg röð fyrir röð, eitthvað sem hafði gerst, sem hafði verið erfitt. En í staðin fyrir að það væri eins og það hafði verið áður, að þá fann ég virkilega til undan því, að þá var þetta bara eins og eitthvað hlutlaust pappír sem ég var að sjá, sem að skipta engu máli. Og eftir stundina þá vissi ég, já, býttu, ég laus frá þessu. Þannig að þessi meðferð Guðs, hún bara eins og Guð vill og veit og þekkir að, hvað skiptir okkur mestu máli og hvernig best að vinna í okkur. Og svo bara eftir þessar 20 mínútur, þá gott að sitja í þögn í svona kannski 1 til 2 mínútur á eftir, þannig að maður fari ekki að æða af stað til þess að maður geti tekið frekar kyrrðina með sér. Og eins og ég segi, þetta veitir manni bæði hugræna blessun, en ekki síður hefur þetta veitt mér líkamlega blessun, því ég er með svona gigtarvesen eitthvað, og stundum bara í stundinni þá finn ég hvernig eru stroknir í burtu líkamlegu verkirnir. Þannig að, já, kyrrðarbæn eitthvað það góða sem hefur komið inn í líf mitt. Takk. Við ætlum að bjóða upp á spurningar á eftir, en fyrst langar mig að segja aðeins frá fagnaðarbæn. En áður en ég geri það, þá langar mig líka að segja frá, það eru spennandi viðburðir framundan hjá okkur. Helgina 10. til 13. Það rétt hjá mér Henning. 10. til 13. október verðum við Henning með námskeið í Lectio Divina, eða biblíulegri íhugun, á Löngumýri í Skagafirði. Og þá munum við kenna þessa aðferði að lesa biblíuna í bænaþeli mjög ítarlega, og einnig hvernig við getum notað þessa aðferð til þess að biðja út í náttúrunni eða biðja með náttúruna að leiðarljósi, með myndir að leiðarljósi og með tónlist að leiðarljósi. Og þannig að ef ykkur hefur áhuga á því, að þá eru upplýsingar þetta að finna á kyrðarbæn.is,
Og síðan verður í lok janúar, þá mun koma hingað kona sem heiti Mary Dwyer, sem að lærði kyrðarbæn og þessar aðferðir sem við erum að tala um hér af Thomas Keating sjálfum. Og hún ætlar að tala sérstaklega um fagnaðarbæn og ferli fyrirgefningarinnar og hvernig það getur unnið saman. Og það svona löng helgi líka eins og í Löngumýri, en það verður á Hótel Kríunesi í Kópavogi. Nú, fyrir ykkur sem eruð hér, að þá eru hérna bæklingar sem að þið bara megi taka og eins svona spjald með aðferð fagnaðarbænarinnar og síðan er bók sem að er nýlega komin út fagnaðarbæn á íslensku og hún kostar 2.500, þannig að þið viljið kaupa hana, það er bara hægt að setja kröfu í heimabankan, þá bara talið við okkur. En fagnaðarbæn, þegar, fagnaðarbæn og kyrðabæn eru svona systur bæna, svona bænasystur. Og það er vegna þess að þó að aðferðirnar séu mjög ólíkar, að þá er ásetningurinn sá sami. Og ásetningur kyrðabænarinnar er alltaf sá að játast nærveru Guðs og verki heilags anda hið innra með okkur eins og Bára talaði um. Og í fagnaðarbæninni erum við að játast Guði í dagsins önn. Þannig að í kyrðabæninni þá tökum við okkur 20 mínútur þar sem við förum inn í herbergi okkar og lokum dyrunum og allt þetta, erum ykkur staðar í næði og sitjum í nærveru Guðs í 20 mínútur. En fagnaðarbænin, hún á sér stað bara í bílnum hjá tannlækninum á fundi. Þegar ég á erfitt samtal við ykkur. Hún er svona instant og hún getur tekið bara örfáa sekúndur. Og fagnaðarbænin, ég hvet ykkur til þess að fara á nánari námskeið þessar bænaaðferðir, vegna þess að það er ekki hægt að kenna þetta á svona stuttum tíma. En hugmyndafræðin á bakvið þetta, Thomas Keating, hann kendi svo mikið, hann notaði svo mikið sálfræðileg hugtök til jafns við guðfræðileg. Og svona blandaði þessu svolítið saman. Þess vegna tölum við sálfræði meðferð Guðs til dæmis. Og hann talaði að þegar maður er búin að iðka kyrðabæninni í svolítinn tíma eins og Bára kom inn á, að þá fer af stað losun eða hreinsun. Það fer að losna ýmislegt úr undir meðvitundinni sem getur bara hreinlega verið bara mjög erfitt að takast á við. Það sem ástæðan fyrir því að það gerist er að vitund okkar og sjálfsþekking eykst. Og og þá er það líka spurningin, hvar er undir meðvitundin okkar? Og líkaminn okkar geymir undir meðvitundina. Það er mjög vinsæl bók núna, líkaminn geymir allt. Þannig að á ensku er það sagt the issues are in the tissues, eða vandinn er í vefjónum. Líkaminn geymir allar upplifanir okkar. Og síðan þegar við sitjum í kyrðabæninni, þá getum við stundum hreinlega fundið að það er eitthvað breyting að eiga sér stað í líkamanum okkar. Og þá getur losnað ýmislegt sem við þurfum að takast á við. Og þar kemur fagnaðarbænin inn. Og þess vegna er fagnaðarbænin mikið tengd líkamanum. Þannig að fyrsta skrefið í fagnaðarbæninni er að skynja. Söktu þér inn í það sem þú skynjar í líkamannin þínum á þessu augnabliki. Það er fyrsta skrefið. Og ég get bara svo, taki bara svona dæmi, bara frá því, ég nota fagnaðarbænina yfirleitt á hverjum degi og
stundum, sérstaklega mikið að vera, mjög oft. Þess að fagnaðarbænin hjálpar okkur að sleppa tökum á hugsunum og tilfinningum sem styðja við falska sjálfið eða egóið. Og svoleiðis hlutir eru bara eitthvað svona sem kemur mér úr jafnvægi, bara gerist á hverjum degi, stundum 8 á dag. Og í dag gerðist það að við sáum fram á að við gátum ekki verið með kynningabás hérna eins og við höfum planað kyrrðarbænasamtökin. Og ég tilkynnti það og það varð svona að fóra stað alveg svakaleg hugsunarhríð í mér bara, og allt í einu fann ég að ég var öll stíf og það var svona eins og svona þrengsli hérna í brjóstinu á mér og ég hugsaði mér fannst allt í einu það vera upp á líf og dauða að við hefðum þessa kynningabása þó að enginn gæti sinnt því. Og þetta var náttúrulega egóið mitt, þetta var falska sjálfið og ég ætlaði að fara að stjórna og ráðskast einhvern veginn í því að þetta væri hægt. Og þá mundi ég eftir hérna fagnaðarbæninni og ég sökti mér inn í þessi þrengsli og þessi þyngsli sem þetta var að valda mér. Og þegar maður fer svona heim í líkamann í skynjunna, þá fer maður út úr öllum þessum hugsunum. Auðvitað fer maður að ganga aftur, en þá snýr maður alltaf aftur. Snýr aftur og aftur og aftur. Og það sem maður gerir síðan, og það er svona, á ensku segir maður counterintuitive. Það er einhvern veginn svona, okkur finnst við eigum að gera eitthvað allt annað en akkurat það. Maður fagnar skynjunni. Og maður segir velkomin. Velkomin. Þá var ég að segja velkomin við þessi þrengsli, við þessa vanlíðan sem ég var að finna. Í staðinn fyrir að reyna einhvern veginn að bæla hana niður eða bæja henni burt, þá bara umvafði ég hana. Næsta skref er síðan að sleppa tökunum og það er svona setning sem maður fer með, sem veldur okkur oft miklum hugsunum eða spurningum. Ég sleppi tökunum á þráminni eftir öryggi, ástúð og stjórn og umvef þetta augnablik eins og það er. Og nú vitum við öll að við höfum öll þörf fyrir öryggi, ástúð og stjórn. Það er grunnþarfir okkar. En við erum að sleppa tökum á þrám okkar eftir þessu. Það er þegar þessi þrá eftir þessum þörfum okkar eru orðnar óheilbrigðar. Eins og til dæmis þarna í þessu dæmi sem ég var að taka, þarna fannst mér þetta vera upp á líf og dauða. Mér fannst ég þurfa verða að hafa stjórn á þessu. Sem var náttúrulega ekkert rétt, þetta var ekkert upp á líf og dauða. Þannig að með því að fara með þessa fagnaðarbæn þá náði ég að sleppa tökum á þessu og sjá bara hvernig þessu myndi vinda fram. Bara Guð, þú mátt bara koma hérna inn í þetta. Þú mátt, ég ætla ekki að stjórna þessu, ég ætla að færa þér þetta. Mér langar líka að lesa hérna, aftan á þessu spjaldi er alveg dásamlegt kvót sem að hefur orðið mér svona eiginlega motto í lífinu. Sú reynsla sem Guð færir okkur á hverju augnabliki er okkar besta og helgasta reynsla. Og það getur verið mjög erfitt einhvern veginn að ná utan þetta þegar maður er í vanlíðan, þegar maður er í þjáningu, þegar maður er í sársauka. Og við erum að sjálfsögðu ekki, ég til dæmis að takast á í krabbamein. Ég myndi aldrei fagna því að vera með krabbamein. En ég er að fagna viðbrögðum mínum við því sem að ég er að gangi í gegnum. Það er munurinn á því ég er að fagna viðbrögðum mínum tilfinningum, sama hver þær eru, við því sem er að gerast í mínu lífi og þannig að leyfa anda Guðs að komast að. Ok, ég er tilbúin að ganga í gegnum þetta Guð ef þú ert með mér. Ég er tilbúin að ganga í gegnum þetta ef
andi þinn fær að leiða. Nú er ekki bara að fara að koma spurningum. Nú spurði ég þig ekki einu svona til nafn, sko. Ragnar er með annan mikrofón eða hljóðnema. Þannig að ef þið eru með spurningar eða viljið bæta ykkur við sem við höfum sagt, þá bara endilega réttið upp hönd og þið megi beina sjálfsögðu spurningunum til Hennings, Báru eða mín, bara eftir því sem þið viljið. Gjör svo vel, Elinborg. Já, takk fyrir. Hjartast þakki fyrir að bjóða okkur upp á þetta erindi í kvöld og dásalegt að hlusta okkur öll og ég er ein af þeim sem hefur verið mjög lengi á leiðinni að fara að stunda kyrrðarbænina og ég las örugglega bókina hans Keating fyrir meira en áratug og oftar en einu svona oftar en tvisvar en hef ekki ástundað þetta en auðvitað minnir þetta á mjög margt sem maður þekkir og sömuleiðis hef ég lesið Divina sem Lexio Divina, já það er nú oft þannig með okkur prestarinn maður er búin að lesa ýmislegt en ekki kannski ástundað það svona af heilum hug en það var eitt sem ég hnaut og sem ég fannst svolítið eftirtektarvert að það er þetta með að setjast þegar maður ástundar kyrrðarbænina þá sagði Bára að maður ætti að setjast í stól og vera kyrr. Má maður liggja eða er það skilið að maður sitji? Maður má alveg liggja, en ég er reyningur það. Það má alveg liggja og ég gerði það á tímabili en þá er meiri hægt á því að maður bara sofni. Þannig að ég færði mig aftur yfir í stólinn en það er ekkit bannað. Það er bara reglana verður með beint bakið allavega. Mér langar líka bara að segja aðeins frá því úr því að rifjaðast upp fyrir mér að því að tala 20 mínútur í kyrrðarbæninni. Ég, núna þegar ég er farin að iðkana svona, að þá ger ég það stundum bara, þú veist, á sundlega bakkanum að ef ég sit í sólinni og loka augunum að þá fer ég bara í kyrrðarbæn. Og ég á eina mjög sterka upplifun af því, ég var í Berlín og maðurinn minn var að kaupa lestarmiða og ég sat á svona einhverju brúna á sæti og var alveg fullt af fólki og hafa mikill háaði og læti. En ég lokaði augunum og fór í kyrrðarbæn og ég fekk bara átt einhverja alveg himneska stund þarna. Það lokaðist bara á öll þessi læti og ég var bara þarna með ég og Guð og það var dásamlegt. Þannig að maður fer að nota hana líka svolítið eins og fagnaðarbænina aftur og hingað og þangað. Og kannski að nefna í þessu samhengi að þetta eru kannski að því við erum að fara svolítið hratt yfir þetta og þetta eru 3 aðskildar aðferðir sem tengjast þó en það er eða kannski allar svolítið sameiginlegt að þegar maður leggur stund á einhverju þeirra þá fer það svona yfirfærast á fleira í lífinu og maður tekur svolítið kannski með sér út í daginn og kannski mætir því sem verður á vegimanns öðruvísi út af þessari ástundun og mér var svo skemmtilegt að einu sem vorum með námskeið í biblíulegri íhugun og þá var svona heimspeki prófessor sem kom og hann sá strax að hann myndi síðan fara og nota þessa aðferð bara til að lesa heimspekitextana sem hann var að fara að kenna og hann var að fara að leggja út af og þannig að allt þetta einhvern veginn svona þetta verður svona smátt og smátt þess að maður kannski að hlutirnir bara horfa öðruvísi við manni og mæta manni öðruvísi. Er
ykkur fleiri spurningar eða eitthvað sem þið eru að velta fyrir ykkur? Já. Þetta kannski heimskulegu spurning, en hvar eru þið að bjóða upp á ástundun kyrrðarbænarinnar? Þetta bara mjög góð spurning, sko. Það í Grensáskirkju, hún Ingunn og Bára eru með þann bænahóp. Það í Víðistaðakirkju í Hafnarfirði. Það að fara stað hópur í Njarðvíkurkirkju, ytri Njarðvíkurkirkju, svo ég segi það alveg rétt. Það hópur í Útskálakirkju í Garðinum, það hópur á Hvolsvelli, eða ekki? Jú, Akureyri, Glerárkirkju og fleiri stöðum, en það ekki mjög Vestmannaey, fyrirgefðu Þórana. Mosfellsbæ, já þess vegna varst að sveifla þér svona, já, í Lágafellskirkju og, já, síðan við með íhugunarkapellu sem á netinu og manni finnst kannski svolítið skrítið og mér fannst það fyrst að logga sig inn á Zoom til þess að fara í hljóðabæn með öðru fólki. En sko, Jesús sagði þar sem 2 eða 3 eru samankomnir, þar ég mitt á meðal og bara tæknin engin hindrun þar. Og þetta bara alveg dásamlegt samfélag og það sem við erum með þetta á mánudögum og þriðjudögum 4:30 og þá formið á 5:30 að þá formið á þessu yfirleitt þannig að við byrjum í 20 mínútur í kyrrðabæn og svo förum við í Lectio Divina. Það svona yfirleitt þannig og við bara skiptumst á sem erum í þessum við sem erum að iðka þetta og treystum okkur til að leiða þessar stundir og það sem sko þetta byrjaði náttúrulega í COVID að við fórum að gera þetta og þá var alveg bara stundum 30-40 manns að mæta en það nú ekki svo margir núna en það alltaf einhverjir og það fjöldinn skiptir ekki máli, það skiptir máli að við erum komin hana til þess að eiga góða stund saman, gæði umfram magn, eins og Henning sagði. Og já, ég hvet ykkur til að skoða það. Við erum á Facebook og við erum á Instagram og svo kyrðabæn.is. Hvað ætlaði þú að segja? Já, til þess að geta lokkað sig inn á Zoomið eða íhugunarkapelluna, þá eiginlega best að fara inn á kyrðarbæn.is og það bara hlekkur sem maður ítir á. Og náttúrulega það sem að þetta gerði að verkum þegar við byrjum á þessu var að landsbyggðin fór að koma miklu meira inn. Íslendingar sem búa í útlöndum fór að koma inn. Fólk sem á ekki heimangengt vegna heilsu eða bundið yfir ástvinni, það fór að koma. Þannig að það fór svona ýmislegt að gerast í sambandi við það. Og það byrjar 2. september, mánudaginn 2. september. Það væri gaman að sjá okkur þar. Vegna þess að ef maður ætlar að byrja ástunda svona bænir, sko, þá bara stuðningurinn svo mikilvægur. Og það myndast svona kærleiks samfélag í kringum þessa bæn og sko, og við sem erum á trúargöngunni þessar bæna aðferðir og alveg eins og þú varst að segja Elinborg, þetta minnir á margt, alls konar bænir og bæna aðferðir sem við þekkjum en svona regluleg ástundun á þessu og að hafa hugrekki til þess að svona sleppa tökum á sjálfum sér og leyfa Guði að komast að gefast Guði og gefast upp fyrir Guði það
það verður svona að gefast heilugum anda, það verður svona eitthvað svona hreyfi afl, vaxtar og þroska. Og þetta hreyfi afl náð Guðs. Og þetta dýpkar svo öll sambönd í líf okkar. Þetta dýpkar og auðgar samband okkar við Guð. Þetta dýpkar og auðgar samband okkar við okkur sjálf og annað fólk, náttúruna. Ég sé að bara tíminn útrunnin, en nema það sé eitthvað annað sem þið vilja að ég komi að, eða þið vilji koma að, kannski réttara sagt. Kannski bara rétt í lokin. Thomas Keating hélt fyrirlestra í Harvard-háskóla sem eru mjög frægir. Þeir heita á ensku The Human Condition, á íslensku Ástand mannsins. Og þetta svona lítið rit þar sem mann mjög mikið að fjalla guðfræði, tengda sálfræði og öfugt. Og þetta kom út á íslensku. Skálholtsútgáfan að fara að gefa þetta út. Það búið að þýða þetta og þetta bara alveg stórmerkileg bók, og þegar hún Mary Dwyer kemur hérna til landsins í janúar, þá mun hún halda fyrirlestur sem verður öllum opinn ástand mannsins. Og þá komið mjög mikið inn á þetta sálfræði meðferð Guðs, hvernig Guð getur verið þerapistin okkar, og svona hvað við að takast á við þegar við að sleppa tökum á falska sjálfinu og leyfa sanna sjálfinu að skína í gegn. Og þar býr nesti Guðs. Og það til fleiri bækur, og það fást allar í kirkjuhúsinu sem tengjast Vakandi hugur vökult hjarta, Leiðin heim, svo til kyrðalyklar. Já, þetta svona það sem til á íslensku, sko. En ég held að bara tíminn sé hlaupinn frá okkur, og bara þakka ykkur fyrir alveg yndislega stund og fyrir að koma og hafa áhuga á þessu, og þið getið alltaf leita til okkar ef að spurninga vakna. Þannig að bara takk fyrir og Guð blessi ykkur.